Góðan daginn, kæru vinir og velkomin. Við erum að fara í ferð sem að Drottinn hefur skipulagt og undirbúið og við höfum engar áhyggjur af. Við ætlum bara að njóta ferðarinnar og leiðsagnarinnar og orðana sem að henni fylgir og gera gott úr öllu saman. Það er það sem að Drottinn vill að við gerum og lærum að hann er leiðbeinandinn besti og hann ræður heilt og hann ræður för og stýrir og stjórnar og veit hvað við þurfum og hvers við þurfum. Og hann hefur hingað til ekki brugðist okkur með neitt af þessu. Við erum lökkurna Pamfílar og hann veit hvað ég vill og hann veit meira hvað ég þarf og skaffar það sem þarf. Ég geti verið með alls konar væntingar eitt og annað sem ég tel mig þurfa en ég sætti mig að hafa ekki og kemst og að raunum að ég þurfti þess nú ekkert. Ég gat alveg verið án þess að nota það og hafa aðgang að því. En hins vegar er það nú þannig að við þurfum öll eitthvað og Drottinn setur upp í hendurnar á okkur verkefni sem að hann veit líka og við öll að við þurfum ykkur áhöld og verkværi til að geta sinnt og viti menn, allt í einu er þetta allt saman komið. Mikið af þessu er jafnvel búnaður sem að kostaði nú talsverða aura og við sáum engan veginn hvernig við áttum nú að afgreiða það allt saman frá okkur. Og erum þá í raun og veru búin að gleyma því að við þjónum risastórum Guði sem á allt til sem þarf í þetta og hitt verkið. Hann er á sinn hátt atvinnurekandi, hann er atvinnurekandi og við vitum að atvinnurekandi í svona 99% tilvika skaffar verkfærin og það dót sem þarf til þess að varan sem hann er að fara að framleiða sé framleidd. Þú og ég og við erum bara starfsmenn fyrirtækisins og göngum inn í það skipulag sem það er og svo hefjumst við handa og fáum laun af vinnuhanda okkar og svo framvegis. Bíl eitthvað, gerist eitthvað, þá var það verk atvinnurekanda að koma því í lag. Þannig að það eru viss réttindi falin í því að vera ekki sjálfur atvinnurekandi. Eins er með Drottinn. Hann kallar menn til verkefna og gerir eins og atvinnurekandinn, skaffar allt sem þarf til að þetta sé framkvæmanlegt verk sem að hann er að fara af stað með. Ég þarf ekkert að vita hvað þarf. Eina sem ég þarf að vita er hvers til er ætlast af mér. Það þarf ég að vita. Og þess vegna spyrjum við stundum hvort við vitum köllunin okkar. Sumir veðst tunga tönn og þeir viti ekki köllunina sína sem er mjög einkennilegt svona strangt til tekið. Það er vegna þess að í þeim býr fullt af efa. Þeim svona grunar að þetta sé köllun sín eða hinn, en það er svo mikill efi í hjartanu að þeir komast aldrei að neinni niðurstöðu. Og það er auðvitað mjög slæmt. Það er auðvitað alveg afleit staða. Þannig að við þurfum ekki að búa við þennan efa, en gerum því miður stundum vegna þess að eins og vorum að tala það er svo mikið af svo mörgu öðru sem er að þvælast fyrir þessari daglegu viðveru minni með Drottni. Það er svo margt annað sem að hefur þvælst þar fyrir sem að við höfum jafnvel fyllt hjartað okkar af að þetta Guðsorð og þessi Guðsvitund er alltaf í vandræðu með að ná sambandi við Guðs fólkið. Og það er ekki gott. Og þetta er eitt af því sem við þurfum að heyrum, hlusta á
og veita athygli og gera gangskör í að breytast. Fyrsta skrefið að við vitum af þessu, að við leiðum hugan að þessu. Og þegar við erum komin á þann stað að fara og vilja leiða hugan að þessu öðru, aldrei að vita nema margt gott fylgi með sem opnar svona svolítið betur gáttirnar inn í ríki Guðs sem við erum með hér. Því að meðan að við erum hér þá alveg ljóst að við störfum og vinnum í ríkinu sem á jörðu, Guðsríkinu á jörðu. Og þar störfum við í okkar fallega líkama, í okkar ennþá fallegri trú og svo framvegis, því að það okkur gert að gera. Við getum ekkert annað. En við störfum auðvitað í anda okkar í þessum líkama, en líkaminn áfram að drattast með okkur. Þetta fallna eðli okkar drattast með okkur hvar sem við erum og þetta fallna eðli hefur svo oft náð að fylla hjartað af þanga sem kemur Guðsríkinu ekkert við. Og það þarf að grafa svolítið niður, ýta því frá til að komast inn í þá hugsun sem Guð ætlar. Þannig að við sjáum að verkefnalaus maður getur aldrei verið á akri Guðs. Að verkefnalaus maður bara ekki til sem leið eitthvað að þjóna Guði, sem leið að lyfta höndu sínum upp til Guðs. Hann mun alltaf þurfa að fara af stað með það sem Guðs og vita svo margt sem hann getur þurft að glíma við. Við vorum að tala áðan hjarta sem orðið fullt af alls konar sem á það ekki heima og við vitum alveg hvað við erum að tala en að við erum menn og fólk sem með þetta í okkur sýnt og heilagt og erum hættsum og mörg og flest okkar kannski að veita þessu athygli og farnir að líta á þetta sem einhverja hindrun fyrir Guðsríkið sem að ég á að starfa í, að ég sé að sjá það með réttum hætti. En þetta einmitt það sem gerist. Þess vegna, eins og vorum að tala í byrjun, vaknar allur þessi efi, þessi, jafnvel tortryggni og varúð. Bíddu, ég ekki alveg viss þetta. Og meira að segja verðum við ekki vissir köllunina sem ég tel í hverju og hvort sem mínu tilviki að þínu alveg skýra. Ég greip í efan rétt eins og aðrir, ég man eftir því og ég spurði einn bróðir hvernig ég ætti að geta svona átta mig á því hver köllunin væri svo örugt væri. Hann kom nú bara með þetta einfalda svar, af hverju spurði ekki Guð að því sjálfur? Og ég gerði það og fékk svo staðfestingun á því sem ég vissi að þetta væri mitt verkefnið sem mér væri ætlað, það þetta sem ég að gera hér ásamt alls konar öðrum verkefnum sem ég líka sinna. Og eftir það var aldrei neinn vafi þetta. Og svona það allavega hefur ekkert flækst fyrir mér að þetta sé komið að því að fara að breyta einhverju þarna. Og þannig það líka, það hefur auðvitað hvarflað að manni. En það líka annað sem maður hefur reynt, að Drottinn talar alveg skýrt. Þegar hann vill að eitthvað breytist, þá talar hann það alveg skýrt. Og það hefur hann gert við mig, að nokkru leyti og alltaf. Og þegar einhverjar svona kúvendingar hafa orðið í mínu lífi, í mínu trúarlífi, þá hefur það alltaf verið að undangengin í svona vissu sem ég fæ. En þær svo sem ekkert margar, en það hafa komið og það hefur alveg gengið eftir. Þannig að ég segi, Drottinn talar skýrt. Og þess vegna það svo mikilvægt fyrir mig og þig og okkur öll að við séum sjálf með þessa vissu hvað að okkur snýr. Við vorum að tala hér áðan hjarta sem getur verið fullt af öllu, áriði barma fullt af einhverju sem það á ekki að vera fullt af. Við segjum olíuna í bikarnum að barmafullur bikar sé betur heldur en hálftómur eða bara tómur.
og best sé að flæði yfir barma bikarsins. Við erum að tala um olíu, við erum að tala um eitthvað hreint sem hefur verið sett í það og það er að flæða fram þetta hreina. Við þurfum að vera með hjarta okkar þannig að það sé hreint og það sem er að flæða þar fram sé þetta líka þetta hreina. En hann kannski næri ekki að fylla á barma hjartað okkar vegna þess að það er svo mikið af öðru þar fyrir sem á ekkert að vera þar og í raun bara að hindra okkur í að ná þeirri Guðs fyllingu sem Guð vill ná fram í hvort sem er mér eða þér. Við sjáum í svona ljósi og í svona hugsun að við getum í raun og veru ekkert slakað á hvað árvekni okkar í Jesú nafni varðar. En hve oft höfum við ekki reynt að slaka á og höfum slakað á hvað þetta varðar og veitum svo ekki athygli að hjartað er komið með yfir fyllingu af einhverju dóti og drasli sem er ekkert að gera okkur neitt gagn. Þar á meðal eru áhyggjur og efi og kvíði og ótti og allt þetta. Þetta er allt saman eitthvað sem bærist í hjarta okkar. Því við erum eitthvað að slugsast við orðið, við erum eitthvað að slugsast við bænina, við erum eitthvað með einhverja ranghugsanir uppi hvað Guðsríkið í raun og veru og það getur röng kennsla spilað inn í. Og það er mjög slæmt þegar röng kennsla spilar inn í vegna þess að kennsla fyrir þér er eitthvað sem þú hefur tekið við og gert að þinni, en það getur verið mjög torvelt verk og erfitt verk að koma manneskju sem hefur verið undir rangri kennslu að hún hafi verið það. Bæði getur það nú verið mikið högg fyrir manneskju að hafa gengið kannski árum saman í rangri kenningu og kennslu, það getur verið mikið högg. En hún er alltaf til bætingar vegna þess að þegar hún er komin á, og þetta rétta er komið á, það kemur að endingu, að þá léttir okkur. Því að rétt skal vera rétt. Og hver sér að koma þessu rétt að, við vitum alveg hvað hann heitir Jesús. Þetta snýst ekki um mig eða þig, þetta snýst það að Jesús bara fá að koma af stað. Og þetta er það sem við hér höfum verið að kenna og ítreka og árétta gegnum öll þessi ár. Verum við fætur lifandi Guðs. Nær honum en það eiginlega komumst við ekki. Og hlustum á þá rödd sem talar, sem segir frá, sem er rétt kennsla og höldum í það. Byggjum hjartað upp með tómri réttri kennslu. Þannig að þú getur alveg tryggt á bak og brjóst, en þú gerir það ekki með hangandi hendi og einhvern veginn guðfræði. Það gengur ekkert upp. Og þessi einhvern veginn guðfræði sem við erum að gleypa og taka inn fyrir okkur í okkar hjarta er oft eitthvað sem kitlar eyrun, sem gefur syndinni svona upp undir færi á að vera með okkur og nota okkur og við að nota hana, en það er alltaf rangt. Það er háskinn í þessu öllu saman. Þannig við því miður, þó við kannski vildum gera eitthvað annað, þá getum við ekkert annað en bent á það sem orðið er að segja. Og orðið er að segja mér að bikarinn þurfa að vera barmafullur af olíu sem Drottinn rétti okkur og hellti á könnuna. Og hjartað fyllist af þessu, það er olían, eitthvað sem Guð hefur sett. En við getum ekki kannski komið öllu magninu af olíunni fyrir ef að hjartað er síðan orðið fullt af drasli, meira og minna. Þá komum við bara svolítilli olíu í bikarinn, en hann þarf að vera tómur. Og þá fyllist hann á barma og meira til af olíu frá Guði og allt okkar er á hreinu, er hreint, tært, fallegt og engin bábilja eða þvæla í gangi.
Þetta allt spurningi það, hvernig viljum við að trúin okkar líti út? Og hvað erum við að hugsa þegar við tölum að trúin líti vel út? Við viljum bara lyfta þessari trú, hreinóttari trú, upp til Guðs. En það getur vel verið að það líti illa út fyrir einhverjum mönnum. Kannski það vegna þess sem að menn eru með þetta drasl í hjartanu sínu, að þeir vilja að menn einhvern veginn líti öðruvísi á þá en er. En hvort betra að þóknast Guði en mönnum? Drottinn svarar því, betra að þóknast Guði en mönnum. En þetta er svona reipi hjá okkur, togstreita hjá okkur, hvort við eigum að vera. Akkur það togstreita hvernig þetta og hitt eigi að vera, vegna þess að við erum ekki með þetta alveg á hreinu. Það er vandinn. Þannig það nú og við þurfum að athuga margt sem í gangi vegna þess að það er svo margt sem getur gerst. Er ekki annars rétt hjá mér? Er það ekki margt sem getur gerst og er ekki margt sem þarf að skoða og margt sem þarf að ígrunda og margt sem þarf að vera í lagi hjá okkur og við sjálf að vera með ákveðna þætti í lagi hvað okkur sjálf varðar og eiga til þennan kjark og þetta þor til að segja ég tilheyri Jesú Kristi. Ertu vissum að það sé léttverka í öllum tilvikum að segja hispurslaust ég tilheyri Jesú Kristi. Það getur verið mesta basl að gera það. En Drottinn segir það að hver sem fyrirverði sig fyrir mannssoninn, auglítis eða frammi fyrir mönnum, mun Drottinn fyrirverða sig frammi fyrir Guði, eitthvað í þeim dúr. Þannig að við höfum öll viðmið sem við þurfum að hafa til þess að svona laga gerist ekki, til að svona laga sé ekkert uppi. Og það er eina ástæðan fyrir því að við erum að gera það sem við viljum gera. Við erum að árétta alls konar verk og þætti sem við þurfum að vita og hafa í lagi vegna þess að bara það er allt í okkur sem segir að svona sé þetta. Við vorum að tala hér í upphafi hjartað okkar sem getur fylgst af alls konar hugsunum og fylgst af alls konar hugsunum að raunverulega er ekkert plássorði fyrir það sem Guð vill segja. Því að við verum aðtóa það, hann talar við hjartað. Og það er samkvæmt þessu einhver staður í okkur sem getur fylgst, er ekki ótæmandi einhver sjóður sem bara tekur við og tekur við og tekur við. Þannig við sjáum að samkvæmt þessu þá þurfum við að gera tiltekt í þessu hjarta. Og tiltektin felst í því að fjarlægja þetta sem ekki á að vera og Biblían í raun talar það eins og allt annað sem að okkur snýr sem tré, hey og hólmur. Það er eitthvað sem mikil fyrirferðir í en til þess að dýri steinar og málmar og þetta góða sem verðmætin sönnu að ef að þetta er orðið fullt af þessu þá er orðið lítið pláss fyrir alvöru verðmæti að taka sér bólstað í okkur. Þannig við sjáum og við vitum alveg hvað við viljum frekar. Við viljum auðvitað frekar eiga verðmætin mestu en það sem lítill akkur er í að eiga. Við sjáum við þurfum þá að fjarlægja þetta. Það þarf fyrst að fara og fjarlægja það. Og eitt af því sem við erum að reyna að gera og að læra og tileinkja okkur er að stoppa þetta streymi af þessu drasli til okkar til að hjartað fyllist ekki af þessu. Og ef við stoppum þetta, við gerum það ekkert fyrir en við höfum átt okkur á því hvað er að valda. Og við stoppum þetta streymi, að þá hættir það að streyma og smátt og þá eyðist það upp. Og vegna þess að orðið, það er meira pláss fyrir orðið. Eftir því sem að tré, hey og hólmur eyðist upp, þá fyllist það að orði. Þannig hjartað þarf alltaf að vera fullt og það er fullt, en af hverju er það fullt? Það er málið. Við viljum að það sé fullt af orði Guðs og gulli og gersemum Guðs. Þá verðum við líka að haga lífi okkar þannig að einhver blekkingar séu uppi
hvað okkar sjálfu varðar og við erum ekkert í neinum undanskotum með að gera það sem að Drottinn hefur sagt. Við göngum bara beint af augum, samkvæmt hans vilja og þetta er það sem við getum gert. Þetta er það sem við þurfum að árétta og við þurfum að vera með því augu okkar opin eins og Drottinn er með þau opin. Við þurfum að beina þeim í sömu átt og hann gerir. Þannig erum við konir aftur á veikleika okkar mannana að augun er að kvarla til hægri og vinstri upp og niður út um allt. Þau eru skimandi hingað og þangað. Og augun eru náttúrulega stórkostlegt líffæri. Þau geta sýnt okkur eitthvað sem okkur verður starfsýnt á. Eyrun geta numið eitthvað sem við viljum hlusta betur eftir og svo framvegis. En það er enginn sem segir með það að þetta sé eitthvað tengt Guði sem að þannig hefur vakið athygli okkar. Þetta er einn vandinn sem er við að eiga vegna þess að lífið er bara eins og það er. Við erum í föllnum heimi, við erum kristið fólk en erum í föllnum heimi inn í Guðsríkinu ef við viljum það. Og það er ekkert svona í gangi. Það er bara himneskur friður og sæla og himneskir söngvar og himneskt tal. Þetta er það sem okkur stendur til boða. En þannig hann bannar okkur ekkert að fara í hina áttina með þetta. Þannig að við erum allt og oft að togast á þetta. Og við öll erum þannig að við látum undan í veikleik okkar og uppskerum eitthvað sem við vildum aldrei uppskera. En sitjum uppi með og þurfum að tefja trúargönguna að því núna þurfum við að fara að hreinsa þetta dót út. Drottinn kemur, hann hefur bent mér á og ég gef honum leyfi til þess að hreinsa þetta burtu og meira þess að fyrir hann tekur það tíma. Á meðan er svona kannski ekkert að vera og við erum bara, að eiga við þetta. Það er átök og sársauki jafnvel við að fjarlægja þetta allt saman því að sumt sem við gerum, við höfum lent í, það getur verið svo sárt að vinna það út en sumir af okkur erum komið það langt með okkar trú að við vitum að eftir á verður það betra og við látum okkur hafa það. En sumir, allt og margir því miður, eru þar að þeir vilja aldrei takast á við þetta. Þeir bara gráta og grenja og þeir á að fara að gera eitthvað í málinu. Og þetta fólk er alltaf á sama stað. Það hefur engan sigur í hendi, segist hafa alveg grilljónar sigurum í hendi, en er með sjálft sig alltaf í ólagi. Það er ekki það sem Drottinn vill. Hann vill að þú segir þetta með mér, ég sé í lagi og ég lifi hamingjusömu, friðsælu lífi vegna þess að ég á allan frið inn í mér, á í hann. Ég nú að segja það ég vil eitthvað á í hann, líklega ekkert alltaf frekar en þú, en að eiga ekkert af þessu og hafa aldrei náð neinum tökum á þessu, það er mjög slæmt. Og það held ég sé ekki og aldeilis ekki vilji Guðs að sé með neitt af okkur. Við sjáum þegar við heyrum svona og við getum alveg tekið þetta til okkar. Það er enginn svo svakalega trúaður að hann geti ekki tekið þetta til sín. Það getur vel verið að menn einhverju séu svo gjörsamlega forhertir og blindaðir á allt sem að snýra sér að þeir bara, þetta á nú ekki við mig svona. Þeir eru með allt og þurru. En ég segi og ég bið það að Drottinn sýndi þessum mönnum og konum að það er ýmislegt að sem má betur fara. Við þurfum að vera á þessum stað að Drottinn geti bent okkur á að það er víst eitthvað að, það er eitthvað sem þarf að laga. Þannig erum við öll. Af því við erum í þessum heimi, við erum veiklunda fólk inn í þessum harða, vitlausa heimi sem gerir í því að blekkja menn og konur og draga þá tálar eins og hægt er og við erum alltaf að berjast við þetta. Þannig við sjáum að ef við erum að berjast við svona þætti, segir sér sjálft að við getum ekki leið verið að hella olíu frá Guði á hjartakönnun okkar.
það er eitthvað sem fer þar með. Þannig að þetta verður einhver blanda af olíu kannski og einhverju öðru. En það sem kemur frá Guði, það bara á að vera hreint og tært. Hann gefur okkur það sem er hreint og tært, en við ráðum því hins vegar hvort að eitthvað blandist með. Við skulum segja það, við setjum smá við þess að salti út í matvælun okkar eins og við gerum og svo skellum við, að því við erum svo sæt og sykruð, sykri með, ekki það að skemmi neitt en það er komið annað bragð heldur en af saltinu bara einu og sér. Það verður öðruvísi bragð ef þú sykrar fiskinn svona, þá verður öðruvísi bragð á honum heldur en ef þú bara saltar hann. Ég hef aldrei prófað þetta, það getur vel verið að vera betri á því, en það er komið annað bragð af honum. Fiskurinn sogar saltið í sig og við fáum þetta rétta bragð af fiskinum eins og við þekkjum. En svo best að sykra þetta núna og við setjum matskeið eða teskeið af sykri út í vatnið og við fáum allt annað bragð. Eins og ég segi, ég veit ekki hvernig bragð það er, það getur vel verið að verða betra en ég reyndar mælir nú ekkert með því. Þannig við sjáum að þetta er svo mikilvægt að við vitum hvernig við eigum að gera þetta og Drottinn réttir okkur olíu á könnuna til þess að hella á könnuna. En við vorum að tala það áðan, við getum velt í fyrir okkur, en hvað er fyrir þar og hvað erum við að láta detta ofan í þetta ílát meira en olíuna? Er það alveg pottþétt að við munum ekki gera það? Já, þá erum við nú aldeilis komin á góðan stað í Guði ef það er bara alveg hreint og tært sem að þarna er og olían bara plain onni í ílátið. Já, sjálfsagt hefur það gerst hjá okkur, en ég er nokkuð viss að hitt hefur líka gerst að við höfum verið að sulla einhverju út í þetta. Ekki það að það sé viljandi, en vegna þess að hugurinn og hjartað er bara með alls konar þanga. Það er þetta sem við þurfum að vita og það er þetta sem við þurfum að ná utanum. Það er þessi hugur. Þó hann sé ekki að spinna endalaus þvælu og hann spinnur þvælu. Við vitum alveg að hann gerir það. Hann segir alls konar við okkur sem við vitum svona á bakvið allt, það er ekki rétt. En samt erum við þar meir og minna, allt og oft. Og við vitum líka að þessi hugur og þessi hugsun sem kemur, hún er ekkert að gera okkur gott. Þannig við sjáum að Drottinn er alveg tilbúinn til að hella og hann hellir. En allt hitt er fyrir. Þannig þetta blandast. Það verður aldrei hrein og tær guðsmynd sem við getum dregið upp af lifandi Guði. En það er einmitt það sem hann er að bjóða og það er einmitt það sem hann vill fyrir mig. Takk eftir því, þetta er fyrir mig. Það er svo margt sem við getum dregið upp og við erum þar öll á sama bát. Þannig er það líka. Þannig, kæri vinur, er það líka. Við erum öll á sama bát. Við erum öll fólkið sem drögum upp myndir og við vitum öll að þær sumar eru ekkert alltaf sannar. Þannig að við sjáum að hjartað getur verið blandað alls konar meðulum, hugsunum, orðum, vangaveltum. Svo kemur orð Guðs, það vill bara hafa mig alveg útaf fyrir mig, en tekst það kannski sjaldnast vegna ástandsins. Akkur er þetta? Drottinn segir okkur það akkur þetta er. Hann bendir á veikleika minn sem manneskju. Veikleika. Það getur vel að vera í sem stór og sterkur allt það, en þarna er í veikleika vafinn. Og það sker úr hvernig guðsmyndin mín er. Þannig við sjáum við höfum þetta allt. Við erum með öll táknin uppi. Við vitum hvað við ættum að varast, en við vitum líka að við erum ekki alltaf að varast allt þetta sem við ættum að gera og varast.
þetta leið til varnar þessu við verðum að vera í orðinu. Við verðum að leita til orðsins, við verðum að leita til bænarinnar og við verðum að leita til samfélagsins, til hvors annars. Það orð fyrir þessu öllu í Biblíunni. Eins og segir á einu stað, mjög skýrt og skilmerkilega. Vanrækið ekki safnaðarsamkomur yðar eins og sumra siður. Af hverju? Við erum að tala það hér. Af hverju? Af því að ef við gerum þetta allt sem orðið býður, þá erum við með þetta hreina hjarta. Er það hægt? Það er hægt. Það gerist ekki nema þú vitir af hverju þú þarft að gera þetta. Og það er eitt af því sem orðið vill. Það vill segja mér það af hverju ég þarf að gera þetta. Sem sagt, með öðrum orðum, það vill að ég skilji það. Og það segir ekki bara, Konráð, skildu þetta og ekki svona heimskur. Það kemur út, skýrir þetta fyrir mér. Og þar með ég búinn að fá skilninginn og þar með ég ekki undir neinni afsökun. Núna veit ég þetta, núna skil ég þetta, núna hef ég fattað þetta, en þetta ennþá með þessum hætti? En hann segir, þú ert án afsökunar minn, kæri vinur. Þú veist hvernig ná að gera þetta og ég segir, gerðu þetta svona. Og ræktu þitt samfélag, ræktu þínar bænir, ræktu orðið daglega og bænina daglega og vertu í samfélaginu þegar einhvað að vera þar. Og svo getur líka ekki verra og margir eiga nú góða kristna vini. Og hann segir við mig, Konráð, hittu þessa menn og þessar konur annað veifið allavega. Þú þarft ekki að vera inn á gafli hjá þeim daglega, en verðstu allavega í einhverju sambandi við það, þannig að þið getið uppörfa hvort annað. Gerirðu það, minn kæri Konráð? Ég geri það ofti á Herra Guð. En eflaust mætti ég nú kannski gera meira af því að ég veit það bara ekki. Ég náttúrulega störfum hlaðinn maður og ef ég mikið frá þeirri vinnu sem að ég hef sinnt núna síðustu ár, þá kemur það bara niður á henni. Og ég get nú alveg sagt þér það, Herra Guð, að ég nú eiginlega ekki hrifinn af því. Þannig hann verður bara að sjá allt hitt. En hann hefur nú gefið mér margar góðar stundir með bræðurum og systurum og oft hefur við farið alveg hressandi, glaður og kátir hvoru frá öðrum og ég held ég við getum nú sagt að það sé nú bara í öllum tilvikum sem það hefur gerst. Ég man ekki eftir neinu þar sem það hefur ekki gerst. Þetta við eigum eitthvað saman, sameiginlegt. Hvað eigum við sameiginlegt? Það liggur fyrir. Hann heitir Jesús. Þú veist hver hann er. Orð Guðs. Bænin, það eigum við sameiginlegt. Og þetta notum við þegar við hittustum. Það nú bara málið. Og ég get sagt þér það að ég elska fátt meira í þessu Guðs veruleika heldur en góða bæn. Þar sem við erum að biðja bara saman, ég og Guð. Ég á stundum svoleiðis bænastundir í kirkjunni minni sem ég tilheyri í Smárakirkju. Og það mér finnst það bestu bænastundirnar þar sem að hvert og eitt okkar er bara talandi við Guð. Það finnst mér bestu bænastundirnar og maður finnur að hjartað fyllist nærveru lifandi Guðs. Bara af þessu. Þannig að ég er alveg nokkuð viss það hvernig Guð vill að við séum með þetta. Og þess vegna var þetta lengi vel þannig hjá mér að ég sagði alltaf bænastundina, það eru bestu stundir í kirkjunni sem að hægt að hugsa sér. En við getum alveg eyðilagt bænastund og það hræðilegt ef að það gerist. Og veistu hvernig það gerist? Yfirleitt þegar einhver fer að stjórna bænastundinni. Drottinn vill bara að við lofum sig, ég með mínu hjarta, þú með þínu hjarta.
við séum ekki að hlutast neitt til það hvernig aðferðirnar eru við þetta. Það eru bænastundir sem að feykja fjöllum koll og þau bara hverfa. Þegar verið að tala fjöll sem að færist úr stað, það ekkert verið að tala Esjuna eða Hekluna eða neitt af því. Það verið að tala fyrirstöður sem að ætla að hindra mig í að ná árangri þeim sem að ég vænti. Og við þekkjum öll þessar fyrirstöður og þá eru aftur komnir að því hvað við erum með í hjart okkar. Þetta allt þar. Þar eru þessi fjöll. Yfirleitt eru þau tilbúningur, yfirleitt eru þau hugaburður, en nógu slæm vegna þess að við sem þessar veiklundaðar manneskjur erum að láta þetta kefja okkur. Og það alvaran í málinu. Þið sjáu að við vitum fullt af hlutum. En akkur erum við þá ekki þetta gegnumgangandi trúaða fólk sem bara stígum fram skrefin okkar. Ég held þú vitir svarið. Vegna þess að við erum veiklundað fólk. Og þessi veiklundaða manneskja sem þú ert að horfa á, kannski ekki endilega veiklundaðasta manneskjan á öllum veiklunduðum manneskjum, en veiklunduð manneskja, hefur áttað sig á því að eitt þarf hún. Hún þarf Jesú. Ég maðurinn sem þarf Jesú. Og ég bið í Jesú nafni að þú bendir á sjálf á henni líka og segir, ég manneskjan sem þarf á Jesú að halda. Ég veit ekki hvað þú tekur í bekkpressu, þessi þú tekur lyftur úr svakalegum þyngslum. Það ekkert verið að tala það. Þú getur samt og ert samt veiklunduð manneskja og þú veist af því að þú ert það. Þú veist mæta vel, jafnvel og ég, að margt myndirðu hafa vilja að gera aðeins öðruvísi. Það var smá klúður þarna. En þú ferð í bekkpressu lyftir hálfu tonni eða eitthvað, maður veit að ég veit ekki hvað þeir lyfta þessi kallar sterku. En þeir lyfta miklum þunga. Og til hamingju með það strákar, gaman að geta lyft miklu þunga. En það líka gaman og ennþá meira gaman fyrir svona vellíðan okkar að varpa þessu þunga af okkur hið innra. Þess að Drottinn getur komið með hreinu olíuna sína og hreinsað hjartað og fyllt það svo með hreinni olíu frá sér. Og núna erum við að tala trú sem starfar eins og Drottinn vill sjá hann að starfa, trú sem sér Drottinn eins og hann engur skuggar, engir hnökrar. Þetta það sem hann býður og þetta hans sem hann stefnir að með hvort sem mig eða þig. Að þessu ræra hann öllum árum. En hvort ég taki 200 að guða mig og eitthvað í bekkpressu, ég veit það ekki. Hann hefur sjálfst ekkert á móti því. En það sker ekki úr trúna mína eða ekki. Það sem í hjartana mínu, það hins vegar sker úr trúna hvort hún öflug, mikil að vexti eða bara fis sem aldrei nema eitthvað smávegis gagnað. Trúin sem hefur fengið ræktun og ástundun og trú með stónstaf, hún feykir fjöllum. Hún talar út orð og menn og konur læknast. Þú ert þessi manneskja þú vilt það. Þess vegna erum við að hvetja menn til þess að róa stefnuna sem Drottinn hefur sett og hann setur stefnu. Það mitt svar, mín reynsla og ég veit að það þín reynsla líka. Þannig við sjáum að við þurfum á hvatninguna að halda. Við sjáum að við þurfum að vera á þeim stað þar sem að þetta allt saman í gangi og virt. En við erum fólkið sem erum stundum að slöksast aðeins við þetta. Erum stundum að hafa áhyggjur af því sem við ættum aldeilis ekki að hafa áhyggjur af. Því við erum veiklundað fólk. Þar erum við ekki aflmikil
En við erum 200 eða 300 guðum að vita hvað í bekkpressinu lyftum þessu. En í innra með okkur eru bara litli kettlingar, alltaf hræddir og alltaf að leita opnu flotta leiðum. Nei, við erum hætt því, við erum hætt að vera það litlu kettlingarnir. Við erum orðnir svona hálfvaxnir kettir allavega og fullorðnir kannski einhverjir á okkur og til hamingju með það. Það má líka geta það sem vel er gert. En öll eigum við eitt markmið og við stefnum hærra. Og það máttu eiga minn kæri vinur og vinkona að þú stefnir hærra. Fyrst ganga hægt, 3 skref upp og 2 aftur á bak. Þá hefur við vaxið þetta eina skref allan þurr upp í staðið og þannig ert að bæta við þig. Það er ekkert af þessu án átaka. Það er ekkert af þessu án einhverja fyrirstaða sem við þurfum að feikja koll og núna veistu hvað fjallið er sem að þú þarft að trúan ætlar að blása í burtu. Það er inn í þér sjálfum og sjálfri. Víkbrotið Satan, segjum við og klórum okkur í hausnum, við teljum það áhrifaríkara að gera það svoleiðis, en ég veit ekki hvort að það er áhrifaríkara, en ef þú telur það áhrifaríkara, þá bara gerir þú það. Drottinn er meiri en Satan, mundu það. Hann er sigraður, hann er til hliðar. En hann er ekki angraði, trúðu mér með það. En ég veit að það er alveg rosalega erfitt að koma að þessu að hjá fólki af því að það hittir svo greift. Það er svona einfaldari leið fyrir menn að taka bara þessu Satan fyrir menn víkbrott. En það er hitt sem er að angra þig. Það er það sem er að þú ert að setja í hjarta þig. Og Drottinn nær aldrei að vera með olíuna bara þar, bara á barma. Það er svo margt annað sem að vill þvælast með og þú ræður því einn og einn hvort og hvað er að sullast þarna með. Þú saltar fiskiðinn og hvort þú ert að setja eitthvað meira í vatnið heldur salt er bara þín ákvörðun. En ég segi þér, það er best að salta bara fiskinn, við erum ekki að gera neitt meira með hann. Ég held að þú sett alveg sammála mér þar. Þannig að þetta snýst það, minn kæri vinur, hvort sem það er ég eða þú, sem tölum, að við tölum það sem að má verða manni og konu til góðs. Við tölum ekkert annað. Og þetta tel ég vera ræða sem gerir mér og þér gott og þess vegna er nú líka sögð. En ég veit ekki hvað ég er búinn að tala lengi. Út orðin var hann að geispa, æja, þá var nú komið tími til að hætta. Er ég búinn að vera að tala svona lengi? Það er svo gaman að tala Guðs orð, en hættum hérna og Konráð Rúnar Friðfinnsson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.